Fræðslustarfið á málm- og véltæknisviði var nokkuð hefðbundið á síðasta starfsári og auðvitað séu alltaf einhverjar nýjungar kynntar til sögunnar. Þróun í málm- og véltæknigreinum hröð þessar mundir eins og á öðrum sviðum og starfið tekur mið af því. Við kenndum nokkur ný námskeið. Á námskeiðinu legur var fjallað ásetningu og aftöku lega í iðnaði. Sviðið notaði búnað frá SKF, stærsta leguframleiðanda heimsvísu, og sýnt var hvernig hægt að nota öpp til að sækja gagnlegar upplýsingar. Öpp sem veita aðgang að upplýsingum og aðferðum mikið að reiða sér til rúms í iðnaði. Efnisfræði málma nýtt námskeið á málm- og véltæknisviði. Markmið þess að auka þekkingu þáttakenda á viðfangsefninu þannig að þeir skilji meðal annars hvers vegna málmar haga sér eins og þeir gera, til dæmis við breytingar á hitastigi. Síðast en ekki síst þurfum við að nefna suðu-kóbotinn okkar. Já, kóbot, ekki róbot. Við köllum vélmennið kóveldir og það verkfæri suðumannsins. Kóveldurinn þreytist aldrei og gæði framleiðslunnar verða ætíð þær sömu og framleiðni eykst. Í þeirri þróun sem nú að eiga sér stað nauðsynlegt fyrir íslensk málmiðnaðarfyrirtæki að tileinka sér nýja tækni og þá sérstaklega sjálfvirknivæðingu í fástykja framleiðslu.